Hvað er tvíundakerfi? Til þess að vita það, þá þurfum við að byrja að skilja svolítið tugakerfið, talnakerfið sem við notum svona dagstaglega. Hér sjáum við tölu, 3782. Flest vitum alveg hvað þessi tala þýðir. En fyrir hvað stendur hver og einn tölustafur? Þá byrjum við í raun hérna megin. Þetta er 2 sinnum 1. Þetta er 8 sinnum 10. Þetta er 7 sinnum 100 og þetta er 3 sinnum 1000. Sjáðu hvernig þetta stendur fyrir hve oft 10 í 0. veldi er, hve oft 10 í 1. veldi, 10 í 2. veldi og 10 í 3. veldi. Við teljum bara fjölda 0 hérna. Hér er ekkert 0, það þýðir 10 í 0. Allt í lagi. Þetta er tugakerfið. Tvíundakerfið vinnur aðeins öðruvísi. Því að þá erum við með grunntöluna 2 en ekki 10. Í tíundakerfinu þar skrifum við 0 og upp að 10 en við skrifum í raun ekki 10 sem stakantölustaf heldur sem 1 og 0 aftur. Sama í tvíundakerfinu, við skrifum aldrei 2, heldur bara 1 og 0. Þegar við förum svo að vinna í tvíundakerfinu þá þarf ég að hugsa þetta eins. Nema ég er ekki með 10 í einhverju veldi heldur 2. Þetta hér er grunntalan 10, hér er grunntalan 2. 2 í 0, 2 í öðru, 2 í öðru, 2 í 3, 2 í 4, 2 í 5 og 2 í 7. Ég ætla ekki lengra núna. En hvaða tölur er þetta? Þetta er 1. Þetta eru 2, 4, 8, 16, 32, 64. Og þið getið bara sett þessi tölur í þessi veldi í vasareikni ef þið trúið mér ekki. Hvað svo? Jú, ef ég fæ einhverja tölu, tökum bara töluna 1001 sem við lesum svona. Hvaða tala er þetta? Jú, aftur talan lengst til hægri eins og áðan. Hvað er þessi oft? Og svo er þessi er þessi, þessi er þessi, þessi er þessi og þessi er þessi. Og þetta segir mér eiginlega bara, er þessi tala hérna? Ef það er 1, já, þá er hún. Ef það er 0, þá er hún ekki. Þessi er ekki, en þessi sem er 4. talan er. Þannig að þetta er sama 9 í tugakerfinu okkar. Ef ég tek eitthvað aðra tölu, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, tökum bara svolítið háatölu. Ég byrja á nákvæmlega samhátt. Er þessi? Já. Er næsta? Nei. Þessi? Já, af því að það er 1, þá er hún. Annars, ef það er 0, þá er hún ekki. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 16. Plus 0, þessi er ekki, plus 64. Og svo legg ég þetta bara saman. 64 plus 16 er 80 plus þetta er 80 og 5. Alltaf er þessi tala eða þessi er hún ekki. Það er það sem þetta gengur út á. Þegar við teljum í tvíundakerfinu þá tel ég 0, 1, 2 er svona. Því ég má ekki skrifa 2, þá verð ég að fá tug, eins og tugir virka hér. Svona held ég áfram. Og ef ég skoða þetta og tel þetta 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sjáðu 8. 8 er 2 og svo 3, 0. Er það ekki? Því að veldið hérna segir mér hvað eru mörg 0 hérna. Fjarkinn er 2 í öðru. 1 og svo 2, 0. Þannig að þegar ég á að skrifa bara tölu sem er í tíundakerfinu, þá skrifa ég bara 1 og svo jafnmörg 0 og veldið á 2 segir til. Ef ég á að leggja saman 2 tölur í tíundakerfinu, þá verði ég að gera það þannig að ég legg saman, bara setja þetta upp eins og
venjulega. 1 plus 0 er 1, ekkert vandamál. 0 plus 1 er líka 1. En hér fæ ég 1 plus 1 er 2. Ég má ekki skrifa 2, þá verði ég að skrifa í raun 10. 1 plus 1 eru 10, 1 plus 1 eru 10, geima 1, 1 plus 1 eru 10, geima 1, 1 plus 1 eru 10. Þetta er þessi tala hér. Þannig að þetta er ekki eins flókið og maður heldur. Það sem maður verður eiginlega að gera hins vegar er að vera með þessa töflu uppi við þegar maður er að vinna í þessu. Því þá er þetta svo miklu einfaldara, er og er ekki, eins og ég gerði hérna áðan, eða finna út 2 í hvaða veldi er hver og einn tölustafur sem er í tölunni sem ég er að vinna með.